Risastóra sápukúlu hneykslið. Einu sinni var lítil stelpa af nafni Emma sem elskaði að blása sápukúlur. Einn daginn fann hún töfrandi flösku af sápukúlusefi í garðinum með miða sem á stóð ofurkúlur. Blásið varlega. Emma hugsaði, þetta lítur út fyrir að vera skemmtilegt og prófaði það. Hún dýfði sprotanum í sápuna og blés af öllum mætti. Skyndilega byrjaði risastór kúla að stækka og stækka og stækka. Kúlan var svo stór að hún lyfti Emmu frá jörðinni. Ó nei, hjálp, hrópaði hún þegar kúlan svipti hana upp í loftið. Hún gat séð allan garðinn, leikvöllin og jafnvel húsið sitt að ofan. Þegar hún svipti hærra, flaug fuglahópur framhjá og starði á hana. Falleg kúla, tísti einn fuglinn. Takk, en hvernig kemst ég niður? Spurði Emma hræðslulega. Sprengdu kúluna, stakk fuglinn upp á. Ég hafði ekki hugsað út í það, sagði Emma. Hún rétti út höndina, en kúlan var svo sleip að hún gat ekki gripið hana. Rétt í því blés vindhviða Emmu í átt að tré. Kúlan rakst varlega á grein, pop. Emma lenti beint á mjúkum laufhrúgu. Hún stóð upp og dustaði af sér laufin. Þetta var klikkaðasta sápukúluferð allra tíma. Eftir það ákvað Emma að blása bara litlar kúlur. Hún var ekki alveg tilbúin í aðra himinháfa ævintýraferð strax aftur.